Og ég hef verið að hugsa þetta eftir að ég sá bara eitt kjánalegasta blaðamannafund sem ég hef sennilega á ævi minni séð. Það var blaðamannafundur sem að, ég held að 4 ráðherrar í ríkisstjórn Íslands héldu núna fyrir nokkrum dögum síðan. Þetta var 14. júní, þá komu saman 4 ráðherrar í ríkisstjórn Íslands og kynntu aðgerða áætlun í loftslagsmálum í 150 liðum. Og spurningin er hvað blasir þarna við? Ég veit ekki með ykkur, en ég fekk þarna einhvern mesta kjánarhroll sem að ég hef bara á ævi minni fengið. Ráðherrar í ríkisstjórn Íslands eru æðstu handhafar framkvæmdavalds ásamt forseta og þeir fara með íslenskt framkvæmdavald. Það leiðir bara af stjórnarskrá og almennu lögum. Eiga framfylgja áætlun íslensk löggjafa. Og það sem að blasir við þarna er að það er verið að þau komu mér fyrir sjónin, þessir ágætu ráðherrar, sem í rauninni ekki sem ráðherrar íslenskra kjósenda, heldur sem, ég vil kalla það sem bara embættismenn einhvers ósýnlegs valds. Og maður velti fyrir sér hvaðan þetta er komið, hvaðan koma þessar áætlanir harðar áætlanir í loftslagsmálum. Er þetta eitthvað sem hefur fengið umræðu á Íslandi? Ég meina, er þetta eitt af þeim málum sem ég nefndi hér í upphafi, þar sem að það hefur algjörlega gleymst að ræða aðra hlið málsins en þá að við þurfum að setja okkur sjálfi í alls konar efnahagsleg höft og við þurfum að skaða efnahag Íslands, draga úr iðnaði sem er orkufrekur til þess að þjóna markmiðum sem við höfum kannski ekki einu sinni sett sjálf og höfum ekki átt þátt í að ræða. Þannig að ég bara velti þessu fyrir mér. Hefur farið fram einhver gagnrýnin umræða loftslagsmálin og þá stefnumörkun sem að hér er verið að innleiða núna í 150 liðum. Fyrir hvern eru ráðherrar í ríkisstjórn Íslands að vinna? Ég er ekki viss um að ég sé að vinna í rauninni fyrir íslenskan almenning. Ég meina, mér sýnist ef maður horfir á þetta bara til enda, ef nokkur maður getur hort á þetta til enda og þess að bara þurfa að æla bara í boga, að þá þýðir þetta það að við séum í rauninni að ætlum að fara, eða öllu heldur, ég ætla bara að orða þetta rétt, að þessir ágætu ráðherrar og ríkisstjórnin sem nú situr ætli í rauninni að fara með Íslendinga inn í sjálfskipaða efnahagslægð með því að í rauninni að leggja alls konar höft á íslenskt þjóðlíf og efnahagslíf, að í rauninni iðnaðurinn og störfin og fjárfestingarnar og öll þessi losun í rauninni fari annað. Þannig að þetta hverfur ekki. Við skulum ekki vera svo miklu kjánar að ímynda okkur að ef að þessu verður lokað og að vera hægt að framleiða ákveðna hluti eða ákveðnar vörur, að þá hætti sú framleiðsla. Og í flestum tilvikum mun framleiðslan þá leita til landa þar sem að hægt er að framleiða með ódýrari hætti, ekki satt. Og hver skyldi það þá vera? Ég held að það sé blasi við öllum sem að hafa bara við getum sagt bara yfir 90 í greindavísitölu, að þessi framleiðsla mun leita til landa sem að bara hirða ekkert þessi loftslagsmarkmið. Og hvaða ríki skyldu það nú vera? Ætli það séu einhver smáríki? Nei, það eru til dæmis ríki eins og Kína og Indland. Og þannig að þetta sem að var verið að kynna hana 14. júní er í rauninni bara einhver allsherjar leiksýning og skrum sem að miðar að því að slá ryki í augu íslensks almennings og hugsanlega yfir boðara þessara ráðherra sem að þeir eru þarna að þóknast. Því að þeir eru ekki að þóknast íslenskum almenningi með þessu, held ég. En þeir eru vissulega að þóknast þeim sem hafa svona leitt umræðina það að loftslagsaðgerðir á heimsvísu séu nauðsynlegar til þess að breyta loftslagi jarðarinnar. Og nú ætla ég að biðja bara áhörendur aðeins að staldra við. Við sjáum hérna blaðamannafund 14. júní, 4 virðulegir háttvirtir ráðherrar.
hæstvirtir ráðherrar, ríkisstjórn Íslands. Þetta er fólk sem getur ekki ekki skólakerfi, þannig að strákarnir okkar læra að lesa. Þetta sama fólk getur ekki hirt vegakerfi landsins, þannig að það sé í lagi. En þetta fólk telur að þau geti breytt loftslagi plánetunar. Ég meina, þurfum við ekki bara aðeins að fara að staldra við og aftur fara að skoða málin út frá annari hlið heldur en sett fram þarna í einhliða mynd.